Það er framundan ansi, mikill viðburður hérna fyrir norðan og ég get nú örugglega sagt bara hreinlega nýsköpun sem mun setja svip sinn á bæjarlífið. Segðu mig kannski bara alveg frá hugmyndinni frá byrjun. Já, frá byrjun, það komu hér aðilar frá Arena Events í Noregi sem að heilluðust af bæði svæðinu og fólkinu og vildu setja á vetrarleika hér á Akureyri. Það var hugsað fyrst að keppa í Freeski Games sem er vaxandi íþrótt, sérstaklega í Noregi og víðar. Og þeir sáu tækifæri hér fyrir norðan. Þetta væri bæði eins og ég segi svæði og við Akureyringar og Norðlendingar er svo mikið jáfólk. Þess vegna var nú leitað til okkar, þannig þetta er nú svona upphafið og við höfum verið að vinna í þessu nánast síðan í júlí, ágúst, svona leynt og ljóst og erum núna er þetta að verða virkilega alvöru innan við 2 mánuðir í þetta. Við sjáum fyrir okkur að þessir erlendu aðilar sem eru að koma til landsins koma hérna á miðvikudegi, fimmtudegi og það er bara stöðugt dagskrá í rauninni fyrir þessa frískígaura og þessi brettagaura sem eru að koma líka alveg fram á sunnudag. Sunnudag, mánudag eru að fara heim aftur, þetta eru nokkri dagar sem verður náttúrulega keppni upp í fjalli, verður viðburður hérna niðri í bæ og sjáum fyrir okkur bara ferðaþjónustuna eins og hann leggur síðan norðanlands verði mætt upp í fjall að keyra þessa menn hér alla trissur og þyrlum upp á topp og það fram undir götunum og föstudegi erum við að pæla í skíðamóti, bara íslensku gamalgrónu skíðamóti í fjallinu og á laugardegi er sem sagt frískímótið sjálft sem hafa sett upp alveg risastórt park upp í fjalli sem er rauninni byrjað á nú þegar og á laugardegi er svo keppt í brettamótinu stóra, sunnudegi fyrir föstudegi er æfingar, laugardegi er frískímótið og sunnudegi er brettamót. En hvers vegna að velja þetta frískíform? Eins og ég sagði þetta er vaxandi íþrótt, þetta þykir töff í dag og er rosalega skemmtilegt, þetta er mikið fyrir augað. Það er keppt innan AFP mótaraðarinnar þar sem að menn geta snúið sér eins margar hringjóður vilja og það er ekki þessi föstu form eins og er innan skíðasambandsins. Þannig að reglur eru nánast búnar til á staðnum. Já, þannig að það er bara hvert er lúkkið á því. Þannig að þetta er meiri svona hátíð og viðburður heldur en formleg íþróttakeppni. Já, í rauninni bæði, en þannig er hins vegar náttúrulega þarft að komast upp heimslistan og við erum að fá menn að heimslistanum og þú ert náttúrulega bara nælaðir í stíg í leiðinni að koma að keppa, þannig að þetta er mót. En hvers vegna í ósköpunum ætti Ísland og þá norðanvert Ísland Akureyri að komast á kortið í svona ört vaxandi grein? Vegna staðsetningar okkar, við erum á milli Evrópu og Bandaríkjanna, það þykir kostur að þeir að keppa hluta ársins í Bandaríkjunum, hluta ársins í Evrópu og við erum þar mitt á milli. Við erum með kjörið svæði, þessi að Hlíðarfjall sé frábært svæði, nálægðin við bæinn, vegna þetta snýst bæði að hafa gott svæði sem við höfum og góða afþrengingu sem við getum líka boðið upp á Akureyri. Við erum bara búin að vera að taka núna niður skráningar frá Íslendingum og gerðum ráð fyrir eins og með þetta frískídæmi, þetta er mjög nýtt á nálinni. Við værum kannski að tala 3, 4, 5 en nú er búin skráning ykkur á 2 daga, ég held sko 10-15 Íslendingar og fella margir Akureyringar og brettadæmi er að byrja að detta inn. Nú í talandi skráningu þá erum við með invite á þetta líka á frístaldæmið og brettadæmið og við erum búin að invite nú þegar þess að við erum að bjóða erlendum aðilum, stórum aðilum þá erum við búin að bjóða nú þegar 10 ef ekki 12 frískígaurum þessum stærstu og fengum fréttir í gær af 2 eða 3 brettagaurum sem á að fara að bjóða líka og þannig er Icelandair að styrkja okkur sko. Og þetta skiptir náttúrulega hlýtur að vera höfuðmáli upp á framtíðina ef þetta má út á að verða eitthvað þá þarf að fá fólk á heimsklassa til þess að mæta og segja síðan frá því. Akkurat til þess að laða að í íþróttinu og byggja raun og veru fyrirmynd fyrir aðra að hingað eigi maður að koma. Og ég vek athygli á því líka að mótið er byggt upp þannig að sko þetta er keppni og þetta eru viðburður þannig að ég höfða til allra landsmanna sem eru að horfa að taka frá 7. til 9. mars og koma norður. Já, bara taka þátt í þessu á sama tíma en þið nefndu það einmitt að vetrar- og útivistarhátíðin í Eljagangur myndi síðan í framhaldinu kannski renna saman við þessa hátíð. Það sem var kannski pælt í upphæði var það að vetrarólympíuleikarnir eru að þvælast fyrir okkur. Já.
Þess vegna kannski verður þetta mót silfurmót en fórum ekki beint í gulli eða platínu. En nú sko vitum við ekkert endilega hver munun á því er. Mótunum eru stærri pallar fyrir fólk, bara meira umleikis, meira að gerast. Hærra verðlaunafé. Já. Nú aðalatrið hlýtur að vera. Stórt atriði í það minnsta. Já, nákvæmlega. Ef fólk vill eitthvað kynna sér þetta nánar, þið með vefsíðu eða aðrar upplýsingar sem hægt að kynna sér betur? Við náttúrulega erum á Twitter og Instagram og Facebook og þetta er icelandvintergames.com eða evfg.com eða is. Við erum bara allstaðarunni og bara endilega að sér flestir kynna sér þetta. Við vorum að tala um nætudaskan áðan, glemdu því náttúrulega. Það verður mikið partí og læti á kvöldin og ber kannski að nefna að lokakvöld Sjallans yfir höfuð er 9. mars, Páll Óskar að spila, húsi kvatt og fengum leyfi til að hafa Sjallan opinn, þetta er síðasta kvöldið. Nú segja einhverju sko, já, þetta er eins og lokadansleikur stjórnarinnar, lokakvöld Sjallans, en núna er lokakvöld Sjallans, 8. mars. Í alvörunni. Já, við vitum ekki betur. Ágætlega annan kemur í ljós. Já, nákvæmlega. En þá bara verður þetta náttúrulega spennandi að fylgjast með þessari uppbyggingu. Hvetjum náttúrulega líka, að því við vorum nú hérna á fundi með ferðaþjónustuaðilum á Norðurlandi, að hvetja líka kannski þá sem að tengjast ferðaþjónustunni, hver sem er á landinu, að ef þeir sjá tengingu við þessa uppbyggingu sem hugsanlega gæti orðið öflug fyrir ferðaþjónustuna, setja sig bara í samband við ykkur vinalegu félaga og taka þátt í ævintýrinu. Endilega. Við þurfum bara sem flesta til að koma og sýna sig og sýna hvað við getum hérna á Íslandi sko. Já, við ætlum að halda alþjóðlegt mót sem það er ekki tjaldað til einna nætur svo sannarlega því við erum að hugsa þetta til framtíðar. Það verður hér árlega næstu árin og við þurfum að gera þetta saman hér á Norðurlandi og við þurfum að virkilega að standa saman í því að gera þetta glæsilegt. Kannski eitt sem ég bæti við, því ég veit að það er ekki hægt að halda svona viðburði hans að hafa góða styrktaraðila. Eigum við ekki að vera svona sjónvarpið sem leyfir því að fljóta með bara? Hverjir eru styrktaraðilar? Jú, Iceland er náttúrulega stærstir hjá okkur, Red Bull eða Ölgerðin er komin inn með okkur, við erum með 66 gráður norður, Vodafone, vaxtarsamningur Eyjafjarðar eru búin að hjálpa okkur mikið, Höldur, bílaleiga og náttúrulega flugfélag Íslands og Icelandair Hotels. Hverjum erum við að gleyma hérna? Þetta er svolítið hættulegt. Það er svo hættulegt að opna Pandoru-boxið að nú hringir einhver alveg brjálaður. Við viljum ekki gleyma neinu. En það er auðvitað aðrir, Akureyrarstofa og allir heimamenn. Já. Allavega að gera nefna það, þetta er ekki hægt að gera svona að hafa einhverja peningum milli handana í, bara vona að þetta verði stórkostlegt og verði á heimsmælikvarða. Já, það er bara þannig. Lofum.